nú hefur umræðan svona síðustu áratugi bara verið öll á eitt veg að þetta sé alveg óumdeilt að loftslagið sé að það sé hamfara hlýnun af mannavöldum í gangi og við erum að grípa til mjög aðhaldssamra aðgerða, annars fari bara bráðna allir jöklar og yfirborðssjávar hækki og dýrategundir séu í hættu og allt sé bara í voða og milljónir manna, 100 milljóna fara á vergang vegna flóða og hamfara veðurs og svo hefur þetta ekki ræst sko. Það er ennþá ís í Norður-Íshafinu og Suðurskauti hefur ekkert bráðnað og ísbjörnunum fjölgar og kóralrifin þrífast og þá fær fólk svona að hugsa býtu hvað er í gangi hérna. Vísindamenn ekkert sammála hvað er í gangi. Það er alveg ljóst að það hefur hlýnað frá því svona síðustu áratugina, við sjáum það bara að jöklarnir eru að hopa núna. Þeir sóttu fram fyrr eða svona miða síðustu öld svona ég held sem byrja að hopa svona upp úr 1990 að ráði og hraðar. Það var mjög heitt í Bandaríkjum 1930, það var ekki ennþá náð svo hiti í dag. Hvað allir þeim hita? Þetta ekki nýjar sveiflur. Þessar sveiflur hafa bara verið í gegnum tíðina og ég eins og fleiri, sko, ég er mikið áhuga á þessu, ég er bara áhuga á veðrinu og áhuga á vísindum og allir og reyna að setja minni í þetta og ég fór í háskólabíó þegar Al Gore kom hingað að kynna Inconvenient Truth fyrirlesturinn sinn, kom á einkaþúturinn sinni og vildi segja okkur hversu við ættum að hjóla í vinnuna. Ég hafði mikinn áhuga og ég trúði svo öllu sem hann var að segja. Bara hamfara hlýnun var eitthvað mjög hættulegt og við erum strax að bregðast við og gera allt sem í okkar valdi stæði. Lokaatriðið þessari kynningu hjá honum var línurit sem var unni út frá borkjörnum sem hafa komið á Grænlandsjökli. Það gátu sýnt hitastig í mörg þúsund ára aftur í tíman og hvað mikill koltvísýringur hafði verið í loftinu á hverjum tíma. Og það kemur bara ljós að hitastig og koltvísýringur fylgist bara algjör að. Ergo sum, algjör fylgni, það hlýtur að vera koltvísýringur sem að veldur hlýnunni. Við verðum að hætta að nota olíu og gas og kol, segir hann. Allir klappa og fara út. Og síðan bara kemur í ljós nokkru seinna að hann laug. Nú, kom það í ljós? Þetta er bara algjör lygi. Þetta fylgist að, nema það sem gerist er að það er nokkur 100 ára senkun. Eftir að hlýnar, þá eykst koltvísýringurinn. Það er ekki hinsegin. Þannig að það getur bara ekki verið að koltvísýringurinn hafi valdið hlýnun en þess að hann jókst eftir á. Orsakasamhenginu snúa hvolf. Já, hann tókst að þetta er svo löng tímabil og hann gat sýnt línuna það þétt að maður gat ekki greint þetta. En var hann að ljúga og ásettur á því eða var þetta? Það er einhver lygi í gangi, sko, greinilega í honum og miklu fleira sem búið að ljúga okkur. Ísbirnirnir voru ekki neinni hættu og kóralrifin ekki neinni hættu. Það ekkert að aukast skógareldar, það ekkert að aukast fellibyljir. Samt og það ekkert heitasta árið, í fyrra ekkert heitasta árið í sögunni, sko. Það hefur verið heitara. Þannig að, en þetta selur blöðin og og það er líka þannig að fjölmiðlar kaupa þetta. Akademikarnir, þeir fá eiginlega ekki styrki nema rannsóknir þeirra gangi út á þetta og sína fram á þetta. Al Gore byrjar að bjóða sem var að forseti, þá setur hann held ég $1,000 milljón í sjóð til að styrkja vísindamenn sem ætlar að rannsaka þetta fyrirbæri, sko. Ergo sem ætla að komast að þessari niðurstöðu. Já, þeir gátu ekki fengið styrki ef að það var til þess að hrekja þetta og síðan fór þessi sjóður í 2000, hann tvöfaldaðist og núna færð þú bara enga styrkin og sérst að fara að komast að þessari niðurstöðu. Þannig að ungu maður, vísindamaður, hann á enga framtíð, hann fyrir að sína fram á að þetta sé bara gott að auka koltvísýring. Og það geta allir vísindamenn á þessu sviði vitnað að þessi styrki. Það kemur fram í þessari bíómynd eða þessari heimildamynd, allir þessari vísindamenn sem þar tala hafa sögur að segja af þessu, þessari skekkju. Og það helst þeir sem eru búnir með starfsæfina eitthvað sem þóra að segja. Þeir þóra að tala sem eru odnir, en þetta eru Nóbelsverðlaunahafar, virtir prófessorir í loftslagsvísindum og kjarnæðarsvæði og allskyns vísindum. Þannig að þetta eru alvöru vísindamenn og þeir segja að það er bara ekki vísindalega sannað að koltvísýringur sé að valda þeirri hlýnun sem við erum að mæla.